Góða kvöldið, góðir áhörendur og velkomin í ferðalag til frelsis. Þetta þriðja útsendingin okkar og síðustu eða fyrir tveim þá vorum við í svona í innganginum og aðeins að fara yfir þessa aðgreiningu í gamla og nýja sáttmálann í Biblíunni. Biblían greinist þess að í Gamla testamenti og Nýja testamenti sem að þýðir einfaldlega gamli sáttmálinn sem Guð gerði og nýji sáttmálinn sem Guð gerði. Og mikilvægi þess, við erum að skoða mikilvægi þess að greina þarna á milli. Hvað breyttist við nýja sáttmálann? Ef eitthvað. Eða rennaður bara saman, nýji sáttmálinn bara svona gamli sáttmálinn 102? Þetta bara svona upgrade? Eða eitthvað nýtt? Það mikilvægt að skoða þetta vegna þess að ef menn greina ekki á milli, það sem gerist þá, og þetta mjög klassískt og þetta var svona hjá mér í mörg ár og ég veit að hjá mörgum ykkur sem að hlusta og þeir sem að lesa Biblíuna, þið eigið mjög erfitt með þetta líka ef þið hugsið út frá því að þetta renni bara allt saman í eitt, vegna þess að vandamál trúara við lesturinn á orðinu á þennan háttin að þetta renni saman að ef að öll Biblían frá fyrstu blaðsíðu til síðustu Guðs orð til þín persónulega, sérhvert vers til þín persónulega í trúnni, þá lendur í vandræðum vegna þess að þá óhjákvæmilegt að þú finnir til einhverja hluta sem að virka sem mótsagnir og mótsagnir í lestrinum erfiðar en líka þannig að ef við drögum saman í kennslinum ef þetta rennur saman, ef þessu blandað þessum tveimur sáttmálum, þá það þannig að Guð aðeins fyrir náð, aðeins fyrir trú ferðu inn í himinin, eignastu eilífarlífið þið fyrirgefnu syndirnar. En þegar þú byrjar að ganga í trúarlífinu fram að því, sko bara hér í þínu jarðneska lífi, þá svona smátt letur að því virðist vera sem að kallar á ákveðna, setur ákveðna kröfur á þig. Þú byrjar í trú en eins og Páll sagði, en síðan svo endar í verkum, vegna svo þú þarft að vinna heilmikið verkum ef þú ætlar að reyna að uppfylla gamla sáttmálann. Og þetta mikilvægt að skoða, elsku vinur, því annars lendum við í þessu öngstræti í trúnni og hlutinni ganga bara ekki upp og frelsið sem að við eigum til frelsaði Kristur oss, við missum það, við hreinlega missum það og þetta vandamál sem við verðum að taka á. Ég hef lagt á áherslu að Gamla testamentið sem það sé Biblía Hebrea, hún ekki mín trúarbók, það að segja hún ekki minn sáttmáli. Nýja testamentið minn sáttmáli sem kristins manns. Það þýðir ekki að ég lesi ekki Gamla testamentið, að ég elski ekki alla Biblíuna mína eða ég hafi eitthvað á móti gyðingum eða hebreum, sko langt í frá. Án þess sem þar gerist og án þeirrar þjóðar hefði ég aldrei fengið tækifæri til að ganga inn í það sem ég á í dag í trúnni, eða þú. Þau ruddu brautina, þau gengu inn í sáttmálann við Guð almáttugan sem var sáttmáli Guðs við þau ein til þess að uppfylla ákveðin skilyrði, til að kenna ákveðna leksjur, til að sýna fram á þörfina, sýna fram á hvað við erum veik í okkar eigin mætti. Það alls konar grundvöllur, eða ýmislegt sem lagt þetta grundvöll því að þessi sáttmáli var gefinn. Guð var að vinna og verka, en það sem kannski stærst í því að úr þeirri þjóð kemur síðan Jesús. Hann var gyðingur fram í fingurgóma og þannig það allt forsendum fyrir því sem að ég á í dag og þú sem kristinn. Þannig að við gerum aldrei lítið úr því. Það bara hvernig lestu þetta? Hver munurinn á sáttmálunum? Ef einhver. Og við þurfum að greiða úr því. Það grundvallaratriði. Í stuttu máli, gamli sáttmálun sáttmálun milli Guðs og Ísraels manna. Allir sem voru fyrir utan Ísrael, þeir áttu enga hlutdeild í þessum sáttmála.
þú varst að gera gyðingur til þess að eignast hlutdeild í honum. Allir fyrir utan voru kallaðir heiðingjar, Grikkir og aðrir heiðingjar. Heiðingi var ekki endilega eitthvað niðrandi orð þarna, ég stundum vitnaði í það og best að gera það einu sinni, en heiðingjar voru það fólk sem bjóð upp í heiðunum. Í enskunni þetta heathens og það var bara fólk sem lived in the heaths, í heiðunum, á hæðunum. Og það er sem sagt fólk fyrir utan sáttmála Guðs við Ísraelsmenn, það voru heiðingjar. Það þýddi yfirleitt líka þannig að þeir trúðu náttúrulega ekki á sama Guðs, en það er svona handlingur. Síðari sáttmálinn, hinn nýi, gamli sáttmálinn, hann milli þessara tveggja aðila, Ísraelsmenn gátu ekki haldið hann og sáttmálinn verður að engu. Það er að segja að hann brotnar upp og ég les það á eftir til að sýna ykkur hvað Guð segir það. En hann sagði, ég mun komið nýjan, hann gaf þeim meiri segja í gamla sáttmálunum, ég lesum við fyrirheit hinn nýja, hvað koma skuli, og þar er sáttmálun gerður þannig, hann milli Guðs og Jesú. Og báðir uppfylla skilyrðin, báðir halda sáttmálan, þess vegna er talað það að þessi sáttmáli sé eilífur sáttmáli. Þetta er eilífur sáttmáli og þér og mér er boðið að koma inn, ekki bara þér og mér, öllu mannkyninu, gyðingum, heiðingjum, Grikkjum, hverjum sem er, boðið að koma inn og eiga hlutdeild í þessu sáttmála, þessu nýja sáttmála. Þetta er svona í stuttumáli. Og ég ætla að lesa þessu staðfestingar þennan mun í Hebreabréfinu. Það segir í fyrsta lagi í 7. versi 8. kafla, en nú hefur Jesús fengið þeim mun ágætari helgiþjónustu þar sem hann er meðalgangari, í enskunni er þetta þar sem hann er guarantee eða trygging á betri sáttmála sem byggist á betri loforðum. Fyrsta lagi sem þú þarft að huga, sáttmála sem þú tilheyrir núna er betri sáttmáli heldur en sá gamli. Og þú hugsa kannski eða þú ert vanur að blanda, þá hugsa kannski ég byrju já en þetta ég veit að hann er betri en því maður tekur það fullt gott í hinu líka og eitthvað svona. Lesum áfram. Vegna þess að nýji sáttmálaninn hann er ekki framhald af þessum gamla, hann er ekki upgrade á þessum gamla, hann er nýr sáttmáli. Og hvernig okkur segir það, lesum áfram í Hebreabréfinu frá 7. versi. Og þar segir svona, og hlustu nú vel á því, þetta er grundvallaratriði til þess að byrja að skilja þetta í sundur og lesa og lesa með skilningi. Það segir, hefði hinn fyrri sáttmáli, gamli sáttmáli með lögmáli Móse, sem er gerður var við Hebrea, hefði hann verið óaðfinnanlegur, hefði hann verið fullkominn. Með öðrum orðum, hefði hann náð að gera það í hjörtum mannana sem Guð vill ná fram í hjörtum mannana, þá hefði ekki verið þörf fyrir nýjan. En nú ávítar Guð þá og segir, þá hverja Ísraelsmenn og segir, og þetta er spádómur sem við lesum í Gamla testamentinu. Sjá dagar koma, segir drottinn, er ég mun gera nýjan sáttmála við hús Ísraels og við hús Júda. Ekki eins og sáttmálan er ég gjörðu við feður þeirra á þeim degi er ég tók í hönd þeirra til að leiða það út úr Egyptalandi. Gamli sáttmálinn var gerður eftir að konur út úr ánauður Egyptalandi yfir Rauðahafið inn í eyðimörkina og leiti fyrirheita landsins. Þá gefur Guð þennan sáttmála og Ísraelsmenn ganga inn í þennan sáttmála og játast honum líka. Nú segir drottinn, ég ætla að gefa ykkur nýjan sáttmála. Og sá sáttmálinn núna kominn, hann kom með Jesú Kristi. Ég ætla að gefa ykkur nýjan sáttmála, segir hann. Og hann er ekki eins og gamli sáttmálinn eða sá sáttmálinn sem ég gerði við feður ykkar þegar ég leiddi þá út úr Egyptalandi, hann er ekki eins. Því að þeir héldu ekki minn sáttmála og ég hirti eigi þá. Það hefði semst ekki þurft nýja sáttmála ef að gamli hefði virkað. Athugið, sáttmálinn var ekki vandamálið, heldur fólkið. Það gat ekki haldið hann. Fólkið var vandamálið. Synd og sjálfselska hjartans og þessi
eigingirni sem ríkir í mannlegu eðli réði ekki við að halda sáttmálan eins og hann var gefinn þá. Þess vegna kom Guð með nýjan. Og svo lýsir hann nýja sáttmála, hlusti nú vel á. Þetta er sáttmálinn sem ég mun gera við hús Ísraels eftir þá daga, segir Drottinn. Ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjarta þeirra. Ég mun vera Guð þeirra og þeir munu vera minn líður. Þetta er svipað þarna í að ég mun vera þær Guð og þeir munu vera minn líður, eins og hann gerði við Ísraelsmennina. Munurinn er þarna að muniði lögin komu á steintöflum á fjallinu, boðorðin 10. Lögin komu af steintöflum, boðorðin voru gefin, og það voru ekki bara boðorð 10. Boðorðin í lögmáli Móse voru 600 pluss, 613 eða eitthvað slíkt. Það voru sko fjöldin allir á skilmálum, eins og ég sagði á það, smáaletrið. Og þú varst að halda þetta allt. Þú gast ekki, þú var sekur við sáttmálan, lögmál Móse, ef þú braust eitt af þessu. Það var ekki nóg bara að gera sitt besta. Svo segir hann, enginn mun það kenna landa sínum og enginn bróður sínum og segja þekktu Drottinn, allir munu þeir þekkja með, já, smáir sem stórir. Þannig er hann að lofa því að hann muni koma og gera sér bústað í hjartaninu og hann muni tala. Hann muni útella af anda sínum inn í þitt líf og mitt líf og hann muni tala til okkar. Hann muni kenna okkur innanfrá og út. Kristna lífinu er ekki ætlað að lifa utanfrá og inn. Utanfrá og inn er lögmálstöflunar sem komu utanfrá og þú lastar og sagði ég ætla að reyna að hlýða þessu. Þú getur ekki lifa kristna lífinu og þér er aldrei ætlað að lifa kristna lífinu utanfrá og inn. Hann setur nýtt líf inn í hjartað þitt, hann blæs nýju líf í andaðin en endur fæðir þinn innri mann. Koma þess að því á eftir. Og þar er nú uppsprettu lífsins og þar lifir þú. Þar kemur krafturinn. Þar á hjartaspjöldin skráir hann sinn vilja, sinn anda. Þetta er stórkostlegur sannleikur. Þetta er leyndardómur. Þetta er mikill leyndardómur og það er ekki allir sem hafa kveikt á honum. Jafnvel kristnir er ég að meina. Það er ekki allir sem skilja það. Jú, þeir trúa, þeir játa að hann hafi gert eitthvað í þeim og þessu endurfætt og fyrirgefnir syndar og þeir munu fara til himna og eitthvað svona sem er gott og fallegt og algjörlega rétt og nauðsynlegt. Ég segi það alltaf að þó hann hefði ekki gert neitt til mig nema að lega mér komað inn í himinin að þá er ég þakklátur. En hann gerði svo miklu meir en það. Hann gaf mér allt sem ég þarf hér á jörð til að lifa í honum. Og svo segir hann, ég mun vera vægur við misgjörðir þeirra og ég er ennþá að lesa hinn nýja sáttmála. Ég mun vera vægur við misgjörðir þeirra og ég mun ekki framar minna synda þeirra. Þarna komið strax að stórum mun á gamla og nýja. Vegna þess að í gamla sáttmálanum þá segir hann alveg hiklaust, ég mun ekki bara minnast synda þeirra, ég mun viti þeirra í 2., 3., 4. ættlið. Kynslóðið þeirra syndir í gegnum ættliðina. Ég mun halda því í gegn ef það er ekki hreinsað. Hann var strangur. Okkur var hann að samra að sína þeim að hann vildi hreinleika. Hann var að sína þeim að hann vildi tærleika og þeir héldu þeir gætu lifa hrein og tæru lífi en þeir gátu það aldrei. Gátu það aldrei. Hér segir hann hins vegar í nýja sáttmálanum mun ég aldrei framar minnast synda þeirra. Hefur ekkert velt í fyrir þér okkur við erum alltaf að rifja upp syndir okkar. Hefur eitthvað velt í fyrir þér að okkur við, jafnvel áður tökum brauðsbrotningu, þá biðjum Guð að opinbera syndir okkar svo hann minnist ekki synd okkar. Hann hefur hreinsað okkur, gert okkur hrein, en við erum alltaf að rifja upp gamlar syndir. Segðu mér ekki að það sé ekki fjötur fót fyrir þig ef þú ert þar.
segðu mér að það látið þig líða vel, segðu mér að það sé frelsi að finna það hvað þú synduður og vondur maður og lélegur pappír. Nei, það er ekki frelsi. Elsku vinur, þú veist það er ekki frelsi. En þetta er gamli sáttmálinn. Gamli sáttmálinn starfaði svona í hinu nýja: ég verð vægur við misgjörðir og ég mun aldrei framar minna synda þinna. Hugsið ykkur, er þetta ekki betri sáttmáli? Og svo segir hann, og þar sem hann kallar þetta nú nýjan sáttmála, þá hefur hann lýst hinn fyrri úreltan. Nú langar mig að spyrja þig, ef að Guð lýsir lögmál Móse og gamla sáttmálan úreltan fyrir lífið í honum, af hverju vilt þú halda í það? Af hverju vilt þú halda í eitthvað sem Guð búinn að úrelda? Af hverju vilt þú fá það inn í þitt líf eða halda því og reyna að lifa eftir einhverju sem hann sagt, hei, þetta er búið, þetta er úreld? Því hann segir, það sem eru úreldast og fyrnast er að því komið að verða engu. Og ef að Guð lýsir það þannig, þá er það er bara það vitlausasta sem við gerum, er að reyna að halda því til haga og ganga í því. Hann er komin eitthvað allt annað sem er splungun nýtt. Það er frelsi. Til frelsis frelsaði Kristur okkur. Okkur segir Páll þessa setningu? Við hugsum kannski, já, það er bara þannig að við fyrirgefum okkur syndirnar og við fórum að fara inn í heiminn, það er frels. Nei, það er ekki það sem hann er að tala um, fyrst og fremst. Hann í Galatabréfinu sem minnist þetta, hann er að tala um það, hann er búinn að frelsa okkur frá bölvun lögmálsins. Hann er búinn að frelsa okkur frá lögmálinu sem er ánauðarók á okkur, sem að þrykkir okkur niður, krefst af okkur réttlætis, krefst þess að við lifum hreinu lífi, krefst þess að við lifum rétt fram fyrir Guði, en getum það ekki í eigin mætti. Og ef við getum það ekki, ef við klikkum á því, þá neglir það okkur í höfuð og segir, hei, þú braust þetta boðorð. Og þú veist, ég er nú meiri, hvað ég slappar. Svo þú þarft að koma fram til fyrirbyrja og játa syndir þínar einu sinni, en sömu synd þú ert búin að játa núna 1000 sinnum, þegar þú klikkar alltaf aftur og aftur. Þetta er ekki frelsi. Þetta eru fjötrar. Sérstaklega í ljósi þess að Kristur gaf þér nýjan sáttmála, þar sem hann býður að koma og í eitt skipti fyrir öll endurfæða og hreinsa andaðinn. Hann endur skapar andaðinn. Þess vegna segir Biblían, margir, ég ætla að nefna enn eitt dæmi í ljósið þessa. Við tölum oft við erum bara, ég er bara aumur syndari. Nei, þú ert ekki aumur syndari að þú ert búin að gefa lífið til Jesú. Já, en ég er syndari sem er búið að fá fyrirgefningu. Þú ert ekki syndari. Ef þú getur bent mér á einn stað í Biblíunni, hinnu nýja sáttmála, það sem að hinn kristni endurfæddi maður er kallaður syndari, þá skal ég endur skoða þessa kennslu síðan með. En það er ekki. Þú er kallaður heilagur, þú er kallaður réttlátur, þú er kallaður maður eða kona eða Guðs lýður, þú er kallaður heilað prestafélag, þú er kallaður alls konar brúður Krists, alls konar fallegum, dýrlegum nöfnum. Af hverju? Vegna þess að andiðinn er endurfæddur. Og hann segir í Kólossebréfinu, þar hefur hann sett og þú er gefið hlutdeild í guðlegu eðli. Hann setur sinn anda inn í þinn anda og endurfæðir hann. Og við möttum að koma að því seinna í þessu ferðalagi, hvernig það virkar og af hverju hann var tilbúin að gera þetta. Það er þú. Þú ert enn að berjast við hluti í hennu náttúrulega í hugaðinum. Og það er það sem Páll segir líka, að því að hugafarið hefur ekki endurnýjast. Þess vegna eigum að taka háttaskipti um endurnýjingu hugafarsins. Við eigum að skipta um skoðun. Og það gerum við með því að láta lífið í anda okkar innan frá koma og breyta okkur. Ekki utanfrá. Þá erum við alltaf að prósessera eitthvað í gegnum skilningavitin. Vitið það að lifa í holdinu hjá Biblíunni er að lifa eftir skilningavitum sínum. Að lifa í andanum er að lifa eftir trúnni innanfrá. Það er munurinn á hinum kristna og hinum. Og margir kristnir eru enn að lifa í holdinu.
Það ekki vegna þess að þeir eru stórsyndir og alveg ógeðslegir og ljótu blett, nei, það einfaldlega vegna þess að þeir eru að lifa eftir skilningavitu sínum, eftir hvað sjá og heyra og prosessera í huga sínum, og hugurinn ekki ennþá endurnýjaður eins og þarf, og þá lendum við í tjóni. Þannig að þetta allt hlutir í leiðinni til frelsis. Jesús sagði, ég vitnaði þetta óbeint daginn, lífið er nefnilega aðeins að finna í Kristi en ekki á blöðum Biblíunnar. Hann sagði við farisæana, þeir rannsakið ritningarnar, þessar hérna. Þeir rannsakið þær, stúdrið, lesið þær fram og tilbaka, því að í þeim hyggist þið eiga eilíft líf. Og það eru þessar hérna, Gamla testamentið, Gamli sáttmálanum, sem vitna mig. En þið viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Með öðrum orðum, þú munt aldrei finna lífið á blaðsíðunni. Þú finnur lífið í Kristi og hann er fjallað og talað í hinu gamla. Og þess vegna, eins og ég hef sagt áður, notum við alla Biblíun okkar, þó að þetta sé Nýja testamenti sé sáttmálan okkar og það sem skiptir höfuðmálum fyrir okkur, að þá segir Jesús sjálfur og að allt er gamla vitni hann og lífið í honum. Og þegar þú ferð að lesa þessa bækur ekki sem orðréttar bækur fyrir hver einasta vers á við þig, þú ferð að lesa það í ljósi fagnaðarins, lesa það í ljósi þess að finna Jesú og sjá Jesú, þá byltist lífið þitt. Byltist lífið þitt. Orðið er ekki bara bók, það er lifandi og kröftugt, meittar að hverju tvíkju sverði, og það finnst, orðið er Jesú Kristus sjálfur, í honum er lífið. Það þarf að lesa þetta þessan í samhengi, nú fer ég að draga þetta saman, ég ætla ekki okkur eitt dæmi inn í lokin. Það þarf að lesa þetta í samhengi. Þegar þú lest Biblíuna, ef þú lest hann eins og ég var að lýsa að margir geri, þetta er allt fyrir mig, þetta er minn sáttmáli, bara nýr vinkill á hann, þá lendir í vandræðum, því þá farðu mótsagnir, hreinlega. Þú farið mótsagnir og þú getur ekki útskýrt þær nema í ljósi fagnaðarins og þess sem ég er að segja. Tökum sem dæmi. Hver er að tala? Hvernig er hann að tala og af hverju er hann að tala það sem hann er að tala? Hvað er samhengið? Biblían er eins og skógur í landslagi og versin er eins og eitt tré eða eitt steinn í landslæginu, og ef þú tekur bara eitt og skoðar það, þá missur af öllu hinu sem er að gerast í kring. Lesa það í samhenginu. Það gefur okkur dæmi að lokum. Í Rómarbréfinu 2:13 segir svona: og ekki eru heyrendur lögmálsins réttlættir fyrir Guði, heldur munu gjörendur lögmálsins réttlættir verða. Og þú hugsa sem svo, þannig að þetta bara sannar að þú er rangt fyrir þér, Halldór. Þarna segir alveg skýrt að það er ekki nóg að heyra lögmál Móse og lögmálið, en ef þú gerir það, þá verður þú réttlátur. Og þú ert svo að reyna að segja mér sem kristnum manni að ég ekki að lifa eftir þessu, og þú veist, ég er að reyna allt sem ég get til þess að gera það og vera réttlátur í Guði og lifa réttlátlega. Ok? Bara í næsta kafla, Rómarbréfið 3. Páll er ennþá að skrifa og hann skrifar: við ályktumst því þannig að maðurinn réttlætist af trú án lögmálsverka. Já, þetta er líka fyrir mig. Ok, hvort er það? Réttlætistu ef þú gerir og framgengur í lögmálinu, eða réttlætistu eingöngu fyrir trú án lögmálsverka? Þetta eru vers sem verða nánast hlið við hlið. Hvort er rétt? Ef allt er fyrir þig, þá ferð þú að reyna að analysera þetta og láta þetta ganga saman og þú lendir í togstreitu vegna að þetta virðist vera hrein mótsögn. Og þetta er ekki eina dæmi sem ég get grafið upp sem við sem trúaðir lendum í vandræðum með ef við tökum frá þessum vinkli. Það virðist vera nóga svona mótsögnum ef við lesum það á þennan hátt. En mér langar til að segja þér
að í öðrum kafla og stórum hluta að 3. kafla Rómarbréfsins þá Páll að tala þá sem að telja sig lifa eftir lögmáli Móse. Þeir telja sig það góða, það réttláta að þeir eru með ákveðna sjálfsréttlætingu í því. Og hann að segja, nei, það ekki nú bara að heyra, þú að lifa eftir því og mundu, þegar hann segir að lifa eftir því, þá ekki bara að reyna að gera sitt besta. Aðeins þeir sem gátu lifað eftir lögmálinu 100% og aldrei brotið einn bókstaf í því, þeir réttlætust af því. Þess vegna náði lögmálið, þess vegna gerði það ekki sem það gat, þess vegna var það ekki nógu gott eins og segir í Hebreubréfinu, hann náði ekki að frelsa mannin og gera hann réttlátan. Það því að maðurinn braut alltaf eitthvað af því. Þannig hann að vísa til þess að þú getur ekki bara hlustað á lögmálið og sagt svo, já, ég nú réttlátur maður því ég held þennan hluta því. Það ekki nóg að gera sitt besta. Það gjörundir lögmálsins í öllum smáatriðum sem að ganga inn í réttlæti Guðs eða halda lögmálið. Hingað til hefur engin maður á jarðríki náð að gera það nema Jesú Kristur. Síðan fer Páll í að útskýra hvað breytist einmitt þegar Jesús Kristur búinn að koma og uppfylla lögmálið og fara á krossin og deyja og rísa frá dauðum. Þá breytist allt. Nýtt verður til, nýr sáttmáli gefinn í blóði Jesú Kristi, það sáttmálin í blóði Lambsins. Og þar réttlætast menn ekkert af lögmálsverkunum, það búið að taka það í burtu og eingöngu fyrir trú. Þessi vers ekki mótsögn, þau útskýra sekund hluti. En ef þú ætlar að taka þau, reynar alltaf að það vera bæði fyrir þig, já, ég þarf að gera þetta einhvern veginn, bæði einhvern veginn, þá ert þið vandræði. Þá verður þú ekki frjáls. Frelsið fólki í því að meðtaka allt sem Kristur hefur gefið þér, allt í hinu nýja sáttmála og skilja það að hann nýr með nýjum hlutum. Sjá, ég geri alla hluti nýja. Alla hluti nýja. Þetta mikilvægt að átt að sjá, því þetta það sem að leiður okkur inn í frelsið. Rétt, þeir sem í sjálfsréttlætingunum vilja halda lögmál Móse, þið viti hvernig það þeir verða mjög krítískir á aðra. Þeir sem ætla að lifa eftir lögmáli dæma aðra mjög hart. Okkur vegna lögmáli dæmi þá mjög hart. Og ef þeir geta samfært sig að þeir séu nú góðir eða betri, þá kemur þetta hugafar sem Jesús sagði, þakka fyrir að ég ekki eins og þessi syndari. Já, við myndum aldrei segja þetta svona vegna við erum auðvitað miklir ormar og syndara sjálfur en ég samt betri en þessi syndari. Þetta náttúrulega bæði ránt, ljótt og enga megin nálægt sannleikanum við Guðs orði. En þetta sjálfsréttlæting þeirra sem ætla að lifa eftir lögmáli Móse og halda þeir geti það í eigin mætti. Hættu því, Guð hættur að eiga við það, hann segir ég mun aldrei fram að vinna til þessu, ég hættur þessu, þetta orðið engu, þetta að fyrnast orðið engu, nýtt, nýr sáttmáli. Og þessi sáttmáli aðeins þennan sáttmáli, þetta líf aðeins að finna í Jesú, aðeins í Jesú. Breytingunum sem Páll boðar þarna strax í 3. kaflanum, eins og segir, við réttlætust bara fyrir trú. Gjöf réttlætisins, þar að segja eiga rétta stöðu, geta dvalið í nærveru Guðs, hafa fullan aðgang að Guði, eingöngu gefin í Jesú Kristi. Hún var ekki gefin fyrir lögmál Móse. Og þú hefðir haldið allt lögmálið, þá hefðir geta réttlætið að því, en það var ekki hægt. Nema Jesú. Þess vegna segir Biblían að hann kom til að uppfylla lögmálið. Margir vilja meina það að ég fyrir það að segja, það annað vers, því að tíminn að hlaupa frá okkur, en gjöf réttlætisins í Kristi. Ég að segja það, kæri vinur, það dýrlegt frelsi þegar við kveikjum á sannleikanum í fagnaðarerindunum Jesú Krist. Það sem allur hans máttur, allur hans kraftur, allur hans hreinsun og helgun í anda þínum nú þegar. Hann hefur samþykkt þig, hann hefur lýst þér hreinan. Já, en ég alls konar hlut, ég ennþá. Hann hefur lýst þér hreinan
andiðinn endurfæddur. Elsku vinur, hugleitt þetta mikið að skoða og við erum eftir að halda áfram og sjáum til hvað við tökum marga 50 daga í þetta. Ég geti örugglega að tala þetta allt árið, ég veit það, en við sjáum hvað við fyrir langt, en skoða þetta. Taktu ekki mín orð fyrir því. Farðu í ritningarnar, byrjaðu að skoða þær út frá þessum forsendum sem ég var að nefna, skoða Gamla testamentið í ljósi fagnaðarerindisins, reynda að fá Jesú þar inn, skoða þetta í ljósi þess að það komi nýr sáttmáli og hann blandar þeim ekki saman, þá ferð þú að sjá ritningaversum. Það gerist hjá mér. Nú skil ég þessi vers. Nú veit ég hvað að tala um. Það opnast algjörlega nýtt líf. Líf til frelsis. Guð geymið, elsku vinur.